Nú ætlum við aðeins að skoða prósent. Hver stór hluti myndana er litaður? Við þurfum fyrst að átta okkur á því hver stór hluti, þannig verður að biðja um prósent. Prósent er sem sagt af hundraði. Prósent tekið af orðinu percent. Per þýðir af og cent þýðir 100. Þetta þýðir í raun af hundraði. Þannig að við erum alltaf að vinna út frá 100 hlutum. Þess að tökum eitthvað og skiptum upp í 100 hluta, svo erum við að velta því fyrir okkur hvað erum við með marga svoleiðis. 1 af 100 er 1%. 38 af 100 eru 38%. Og ef við höldum áfram hver stór hluti myndana er litaður, þá byrjum við alltaf á að skoða hvað er búið að skipta myndin upp í marga hluta. Fyrstu myndin er búið að skipta upp í 2 hluta, 1 er litaður. Og við erum svolítið fljót, þeir sem er talnaglöggir það átt að segja á því að hálfur hlýtur að vera þá helmingurinn af 100, þannig við ættum að fá út úr þessu 50%. En ég get líka lengt brotið með 50 til þess að fá 100. Því að 2 og 50 eru 100 og 1 sinni 50 eru 50. Þetta eru 50 af 100 sem gefur mér 50%. Hérna, ég vil gera þetta bara svona. Hérna er búið að skipta myndin upp í 4 hluta. 1 er litaður. Og þetta er kannski ekki alveg nákvæmlega að tekna hjá mér. Og 1/4 af 100 er 25%. Ef ég treysti mér þessa leið, þá þarf ég ekkert að fara í að lengja. Þetta er bara ég er að sýna ykkur þessa lengingar aðferð því að sumir treysta sér ekki að fara beint hingað. Og geta þeir að lesa þetta bara beint af myndinni. En ef maður getur það ekki, þá þarf maður að fara þessa leið hér. Hérna erum við með 10 hluta, þeir eru ekkert allir jafn stórir en við gefum okkur þeir eiga að vera jafn stórir. Það er búið að lita 3. Og hér er þetta örlítið leiðilegri tölur. Við lengjum með 10. Þá fáum við 30 af 100 sem gefur okkur 30%. Finndu helminginn af hálfum. Þá þurfum við að byrja á að vera með hálfan, sem er þetta hérna. Þannig að við erum ekki með þetta hérna, af því að við erum bara með helminginn af þessu. Síðan ef við að finna helminginn af þessu, þá sleppum við. Þannig að þetta hérna er helmingurinn af hálfri allri þessari mynd. 4 hluta af 3 hluta. Þá þurfum við að byrja að skipta myndinni í 3. Og við erum bara með 3 hlutan, þannig að við sleppum þessu hérna. Síðan á ég að fá 4 hluta af því sem eftir er. Þá þarf ég að skipta þau upp í 4 hluta. Og þá sleppi ég þessu hérna, þannig að þetta er 4 hluti af 3 hluta af allri myndinni. Og þeir sem eru talnaglöggir, þeir sjá að ef ég skipti allri myndinni upp í 4 parta, sérst öllum þriðjungunum, þá eru þeir orðnir 12, þannig að 4 hluta af 3 hluta er 1/12.